Tíðindi kannski í síðustu viku voru vopnahlé á Gaza á nokkuð sefa. Það búið að vera hryllilega átök síðan seint á árinu 2023 sem orðið í hildi fyrir þannig að það búið að vera svo lengi. Til þess að ræða aðeins þessi tímamót hingað komin Kusai Odey sem íslensk-palestínskur aktivisti. Velkomin. Takk. Vopnahléð það sigur? Ja, stór sigur. Já. Þetta stór sigur og engum að þakka nema svona Gazabúar og palestínumenn og baráttamenn og stuðningsmenn út allan heim. Sem að hafa aukið þá þrýsting á Bandaríkin til þess að þau verða að stoppa þetta. Já, Bandaríkin og Ísrael, það er náttúrulega Ísrael lungu gjaldþrota, alls konar gjaldþrota og geta ekki haldið þessu lengur og þetta ekkit Biden Trump að þakka. Ekki þannig. En nú fólk hérna á Íslandi tekið þátt í svona stuðningi við Palestínu og mótmælum og svona fjölbreytilegum aðgerðum til að lýsa yfir stuðningi við málstað Palestínumanna og anstigða og framferði Ísraels. Heldur að það fólk og fólk út allan heim að ef að það hefði ekki tekið upp baráttu að þá hefði þjóðarmorðið bara haldið áfram og gengið lengra? Klárlega. Þetta eins og ég segi, þetta fyrst og fremst fólk á Gaza að halda áfram. Bæði baráttumenn og venjulegt fólk sem gjaldaði mest fyrir því og svo baráttafólk og stuðningsmenn út allan heim. Það er eina ástæða fyrir því að þau geta ekki halda áfram lengur. Ok, ef við förum þá til Gaza, baráttan þar, af því að það sem að maður sér í fréttum fólk oft bara að bíða eftir mat eða fólk að bera lík barnanna sinna út úr rústum og fólk sem að leita skjóls í sjúkrahúsum og öðru slíku. Það fólk sem að bregðast við árásunum. En hvað baráttan enn á Gaza? Var Ísraelsmönnum mætt með hernaðaraðgerðum? Já, barátta samtökin, Hamas og fleiri, náttúrulega búin að vera að berjast alveg frá upphafið, sem við vitum, og svo aðal baráttan sem, það vita allir, þetta venjulega fólk sem gafst ekkit upp, flúði ekki burtu, margir vildu flýja burtu. En það var lokað, þau komast ekki inn til Egyptalands. Kannski var það ráðagerð Ísraelsmanna bara þrýsta öllum bara yfir landamærin. Já, það var náttúrulega markmiðið, það var lokað, en svo líka, þetta Gazasvæði skipt í þrennu, norður, Gaza og svo suður. Og fólki í suður, neita að fara og færa sig líka, og sama með ekki allir náttúrulega, en margir sem gátu verið áfram og þetta stærsta baráttin að vera, og þetta baráttur palestínumenn sem búin að vera í 76 ár núna, að það að gefast ekki upp, að fara ekki, að halda við. Það eiginlega svona eins og friðsum andspyrna, það bara að vera, En var Ísraels heri ekki líka mætt bara með vopnum og skotið á þá eða var þetta fyrst og fremst bara friðsum að hlýða ekki Ísrael? Já, það var bæði náttúrulega, þau voru mætt svakalega hernaðar andspyrna sem þetta eiginlega ótrúlegt að það hélt áfram í rúmlega 15 mánuðir og alveg Ísrael var virkilega að þjást út af þessu. Þrátt fyrir gríðarlega yfirburði að þá voru þeir aldrei öryggir, eins og hermennirnir voru aldrei öryggir. Já, voru aldrei öryggir, náðu aldrei einhvern ákveðin svæði svona hertaka almennilega og voru aldrei á sama stað, alveg frá upphafið. Þeir gátu ekki tekið neinn svæði undir sig almennilega. Þeir gátu farið inn, drepa og svo fara.
Þannig ef að Palestínumenn á Gaza hefðu svona brotnað undan, ég meina, ótrúlegu ofbeldi og ótrúlegum svona vopna yfirburðum Ísraels, að þá hefði Ísraels kannski fengið sínu fram. Já. Og sem að var það að brjóta niður palestínsku þjóðina, já, sem að tókst ekki. Þetta það sem þeir vildu, margir segja bara að Hamas vildi ekki semja fyrr og Hamas vildi ekki semja fyrr og það eina sem var í boði hingað til það að gefast upp og Ísrael lagði aldrei fram það að stríð myndi hætta eða þjóðmorði myndi hætta. Það var alltaf, það eina möguleiki fyrir ykkur, að eina sem í boði að gefast upp og við myndum halda áfram. Og það var ekkert annað í boði fyrir okkur, þannig það var ekkert annað í boði heldur en að þangað til bara í þar síðustu viku reyndar í maí en þá neita Ísraela að skrifa undir. Þetta samningin sem var skrifaður undir núna á miðvikudaginn síðast. Meira minna eins og frá því maí. Nákvæmlega sama. En það voru Ísraelsmenn sem að gáfust upp. Já. En hvaða gildi hefur þetta fyrir þjóð sem náttúrulega í vondri stöðu? Ég meina, staða palestínsku þjóðarinnar, ef við myndum horfa á það svona í efnahagslegu tilliti og ýmsu, hún verri núna heldur en var fyrir 2 árum. Já. En að einhver leyti væri þetta að segja það að svona andlega eða svona spiritið að raunverulega staðan betri núna heldur en fyrir 2 árum. Já, margfalt betri. Þetta náttúrulega, jú, við erum ekki vopnaðir, við hefum ekki nærri helminga þessi stuðning sem þið fáu, vopn og pening og allt saman, í rauninni Gaza, þessi litla svæði, vann ekki bara stríði gegn Netanyahu eða Ísrael, ekki bara út allan heim, það var Ísrael og stærstu ríki heims voru bak við þá. Vopn og pening, það var dælt inn á þetta daglega. Þannig Bandaríkin tapaði Bretar og það sýnir eitt. Þegar þú ert landeigandinn og þú hefur réttin, þá tapar aldrei. Og þetta náttúrulega, þetta stór stökk fyrir okkur palestínumenn að sigra svona stort stríð eða þjóðarmorð. En ef þú horfir yfir Gaza núna, þá það bara meira og minna rústir. Það bara rústir, það ekki meira og minna, það bara rústir. Já. Þannig í efnahagslegu tilliti, þá unnu þið bara að þið fá aftur rústir, það sem áður voru hús. Já. Hver sigurinn sá að við erum ennþá þarna. Við erum ennþá þarna. Já. Þetta ennþá Palestína. Já. Þetta ennþá Gaza. Og það verður byggt upp. Og það hefur gert mörg oft fyrr, ekki svona í stóru stíl. En þetta það sem búið að vera að gerast í 76 ár. En núna, stóri munurinn að núna veit fólk út allan heim hvað Sionista eða hvað Ísrael fyrir hvað það stendur og líka veit hvað þýðir að berjast fyrir réttin sín líka. Í rauninni Gaza frelsaði okkur öll. Þessi hugmyndum að ef þú átt betri vopn eða ríkari þá ræður þú og þú sigrar alltaf bara mörg brotin núna. Og við veitum núna ef þú stendur fyrir þitt og þú hefur rétt á eitthvað þá myndur þú ferða á endanum. Og andstaðan ekki meira heldur en bara viðbrögð venjulegs fólks að bara ekki að fara, halda áfram. Já. Þetta stærsti vopnin okkar. Að öflugustu vopni í heimi, öflugustu ríki í heimi, að þau geta ekki sigrað það. Nei. Og þau munu aldrei sigrað það. Nei. Og palestínumenn nutu ekki stuðnings neitra svona stjórnvalda að ráði? Nei, ekki. Líklega Íran? Jú, en þetta já. En fyrst og fremst þá bara almennings í Vesturlöndum? Já. Og svo brot af almenningi á Vesturlöndum? Já, stort
stór brot myndi ég segja. Mikill stuðningur á Íslandi. Já, á mörgum stöðum. Já, þú veist, það er nefnilega málið, þú veist, þetta er miklu meira stuðning heldur en nokkuð tíma hefur verið áður, meira að segja í Bandaríkjunum. Þú veist, þetta er nú það var ekkert, þú veist, það var ekkert feiluleik við þetta, þú veist, þetta sjást alveg, þú núna vita allir hvað Ísrael stendur fyrir, eða Zionista, eða þessi stór kapitalíski ríki, þú veist. Þannig að stuðningin með Palestínu var margfalt fleiri núna og vonandi heldur áfram. Mér minnir að þú hafi verið hérna fyrir svona ári síðan og þá var staðan sko hryllileg. Og þá sagður eitthvað í þá verunni að þú veist, þetta væri, eiginlega sigurinn væri vís af því að staðan væri orðin svo slæm og hún bara gæti ekki versnað. Og þetta satt í mér og ég var alltaf að hugsa þetta svo veist, hvaða máli skipti sko vonin eða staðana því að þetta að sumuleyti held ég að þetta sé erfitt fyrir fólk sem svona, stendur í bara svona venjulegri baráttu að skilja þetta. Þannig að ég ætla að byrja að reyna að útskýrta aðeins betur. Sko. Hvernig er hægt að vera sigurviss þegar þú ert eiginlega með algjörlega tapaða stöðu? Já. Svona, hvernig getur það hægt? Já, það er nefnilega skilgreining á sigur. Hvað er það? Þú veist, það er það að deyja, að missa, þú veist, fjölskylduna, húsið eða hvernig getur þú sigra þegar meira en 100.000 manns eru myrtir frá okkur og ekkert eftir á Gaza, það þarf að byggja þetta alveg upp og nýtt og allt það sem er búið að vera að gerast á 15 mánuði. En það segir sér salt og ég er búin að segja þetta kannski áður núna, 15 mánuðir þegar stærstu ríki heims og öflugustu og með mesta vopn og allt það náðu ekki eitt einasta markmið. Þú veist, sem en þú varst alveg viss það fyrir árið síðan að það ekki. Jú, þú varst sigur viss fyrir árið síðan. Já, þú veist, og ég vissi að við erum að drepast og við erum í rústum og allt saman, en ég vissi að við erum búin að vera þar og við erum búin að vera í þetta í 76 ár og það er ekkert að fara að breytast. Við verðum áfram hérna. Þetta er okkar og við myndum berjast fyrir þessu og við hefum ekkert annað val. Við erum ekki superheroes sem þú veist, við getum þetta endalust. Þú veist, það er líka það, við hefum ekkert annað val eins og við vorum að tala rétt á það. Gazabúar, það var loka á þá og þú veist, það búið að vera loka á í mörg ár. Þannig að komast ekki allir út. Þó að það vilja ekki allir komast út, en það komast ekki allir. Þannig við hefum ekkert annað val heldur en að berjast á móti og vera. Og að það bara eina að vera. Þráttur að þegar við fengið yfir ykkur allt sem maður getur ímyndað sér. Já, það er sko, þú veist, það er stærsta sigurinn sem er búin að vera og það er eina markmið Ísraela eða Zionista er að henda okkur út eða drepa. Og bara það að vera áfram, það er sigurinn. Og það er það sem truflar eða gera það á brjála, ekki bara truflar. En hvernig er framtíð fyrir palestínsku þjóðina, þá sem að býra á Gaza eða í Ísrael? Eða í Palestínu? Það er, já, í Palestínu, restina hernám, já. Það er sko, þú veist, það er erfitt að segja núna. Það er ekki neitt friður, þótt þessi vopnum, það er ekki friður framöndan. Nei, það er eitt lítið kapli sem er búin. Þetta er stór sigur, en þetta er bara ekki allur sigurinn. Þú veist, sigurinn er frá ána til sjávar. Það er, þú veist, að fá Palestína tilbaka, það er stóri sigurinn. En þetta er stór sigur samt. En baráttan heldur áfram. Hernámið er ennþá til. Það er verið ennþá að drepa, það er verið ennþá að ræna land og rústa húsum og þetta er ekki búið, þetta er langt í frá því að vera búið. Hvernig verður þetta búið? Þegar við fáum þetta tilbaka. Það er ekkert annað í boðið í rauninni, þetta er ekki, við getum ekki verið, við getum ekki verið undir hernám og kúgun og allt þetta og svo bara já, amen og
og allt í góðu. Í Suður Afríku, þegar svartir voru að berjast, að þá voru þeir að berjast við ógnarvald og óréttlæti og apartheidstefnu og bara svipað á því. Og þá var það, las ég eitthvað staðar og heyrt það sagt margoft, að svona lykillinn í þeirri sögu var þegar þeir sögðu in our time. Þannig eins og að þú myndir segja, Kúsæ, að þetta mun gerast á meðan ég lifi. Þá munum við fá Palestínu tilbaka. Trúið þú því? Ég trúið því. Ég trúið þessi ekki áður. Þegar ég var ekki lítil, yngri, þá ég hugsaði, baráttan okkar í dag, vonandi fyrir börnin mín. En nú trúi ég að þetta mun vera á mínum tíma. Þar að segja ef ég lífið svona eðlilega langt. Já. Það er að gera. Og þú finnur fyrir það munur á þessu að horfa fram á að framtíðin er bara eiginlega eilíf barátta eða sé barátta sem hefur mögulegan endanlegan sigur. Já, maður finnur það. Það er náttúrulega krafturinn í meri þegar maður sér fyrir endan á þessu og þú hagar þið þannig líka. Þetta mun endast. Það hugsa ég alltaf, það er ekkert óréttlæti, men endast að eilífu. Það var alltaf markmiði að klára sig, að stúta þessu. En núna segi þetta ennþá nær og nær og nær og nær. Þetta er að verða meira og meira og við veitum það að þú til að byggja upp, þú þarft að rústa niður til að byggja þetta almennilega upp. Og það er að gerast og sérstaklega núna bæði 7. október og líka árið eftir það, allt sem er búin að vera að gerast eftir þetta. Við erum að nálgast þessu mjög mikið. Það er bæði okkar styrkur og líka það að heimurinn, það er að breytast. Fólk sér þetta almennilega núna og þekkir þetta og er margir að vinna í því að taka þátt í þessu. Þetta er ekki allt hernaðar stuðning, bara sniðganga. Þú ert ekkit Zionista eða Ísrael snýst fjármagn og öryggi. Það væri engin Ísraeli til ef það væri ekki peningur til og öryggi. Og ef það væri ekki peningur, negur öryggi, þú nennir ekkit að standa í þessu. Þetta er ekki fólk sem á þetta land, þetta er ekki fólk sem er tengt þetta land. Þetta eru allir sem koma eitthvað stað frá og hafa þetta betra þar sem þið voru heldur en þar sem er skortur af pening og öryggi. Og Palestína frá Honni að hafinu. Það merkir það að Palestínumenn munu stjórna Palestínu. Já. Og megnið af þeim sem hafa komið og byggt upp Ísrael fari bara aftur. Það er annarkvort að fara aftur eða bara sætta sig við það. Þetta er Palestína. Í landi sem er stýrt af Palestínumennum. Já. Og þeir geta alveg stýrt þessu með okkur. Palestína segir ekki að þú þarft að vera búin að vera eða lang afinn er þarna. Heldur, réttlæti fyrir Palestína. Það er bara eitt ríki. Allir með sama rétt. Sem öllum líkindum myndu leiða til þess að Palestínumenn væri meirihluta? Já, það er líklegast. Það flestir, en örugglega allir Ísraeli myndi ekki sætta sig við það að hafa sama réttindi við. Og það sést, það er þessi 15 mánuðir sem eru, nýbúin að klárast. Það sýndi hversu sjúkla hugsun Ísraelir eru með og þeir geta ekki ímynda sig að við erum jafnir eða jafnvel bara að við erum venjulegt fólk, ekki bara jafnir, heldur bara að við eigum rétt á eitthvað. Þeir séu eitthvað meira heldur en kakkalakkar eins og einhver ráðherrann sagði. Nákvæmlega. Og þannig að Ísrael byggir umverulega á því að það sé hægt að
reka ykkur úr landi, fæla ykkur úr landi sem bara kolvittlust. Þeir eru snar heimskir þeir hugsa virkilega svona. En Palestínumenn, það eru fólk býr á Gaza og fólk býr annars þar í Palestínu, en svo náttúrulega stór hluta Palestínu út allan heim eins og þú. Hvað er það stór hluti af fólkinu sem býr ekki í Palestínu? Það er jafn stórt. Það er eitthvað 7-8 milljónir. Jafn margir inni eða í Palestínu og sem eru úti. Heldur þessi stór hluti þeirra sem að hafa flúið sem að myndu vilja snúa tilbaka? Flestir vilja það. Flestir vilja það, en alltaf hjá innflytjendum þá er það náttúrulega að þú kannski vilt það, en þú kannski gerir það ekki. Nei. Þú einhvern veginn verður alltaf með dýpri rætu þar sem þú ert og kannski landi sem þú ætlar að snúa tilbaka er kannski ekki til lengur því að það breytist allt sko. Palestín er ekki eilíf. Það er rétt, en þú veist þegar ég segja allir, það vilja allir hafa hluti í Palestínu. Eða, þú veist, einhvern afdrep. Geta snúið aftur í þorpið sitt eins og... Nákvæmlega, eða þó að þessi bara í heimsókn. Þó að þessi bara að komast inn í landið. Við erum að tala stærsti hluti þessi 7-8 milljónir sem mega ekki snúa heim. Ekki bara mega ekki, búa heim, heldur mega ekki koma inn í landið. Og bara það að hafa getu eða þið geta bara farið heim þó að sé bara í heimsókn það má ekki. Og það er nóg til að útrýma þessi ljóta hugmyndin sem heitir sionisma í Palestínu. Það er bara að vera á svæðinu þó að sé bara í 5 daga eða helgarferð. Þau mega ekki. Ég á frendur sem mega ekki að fara heim. Þú mátt fara? Ég get farið. Af því þú ert íslenskur ríkisborgari? Nei, reyndar ekki, en ég er búin að ná að halda réttindi mín þar. Þannig að þú þurftir ekki að yfirgefa. Já. Ég er ekki ríkisborgari rétt, ég er ekki með ríkisborgari rétt í Palestínu, Ísrael. Ég er með svo kallast bara tímabundið dvalarleyfi í Jerúsalem frá Ísraelum. Sem þú færið og getur endurnýjað eða... Já, ég fæ... En á hverju munur á þér og frænduðinu sem að geta ekki komið tilbaka? Af því það er búið að taka þetta af þeim. Þið getur ekki tekið af þér? Já, þið geta gert það. Þið geta gert það. Ég fer reglulega og býr þar í ákveðin tíma eða stundum óvissan tíma til að endurnýja. En af hverju fórst þú frá Palestínu? Ég tók ekki mikið þátt í því, en mamma... Þetta sendur í burtu? Ég var sendur í burtu, ekki af Ísraelum þetta skipti, en þetta var mamma mín og... Sem er æðsta yfirvald. Stærsta, hún var að reyna, verja mig, eða það var komið, byrjun á seinni félagskap. Nei, þetta er besta félagskap sem ég var í. Þetta var seinni intifada og það var allt í svona það logaði allt og ég á bróðir sem er eldri en ég 2 árum og hann hefur verið í andspyrnu og hann var eftirlýstur þegar þetta gerist þarna 99 og svo mamma sá það að ég er að fara að lenda í það sama og annarkort í fangilsi eða drepinn eða myrtur eða eitthvað af Ísraelum, ekkert glæpagengi neitt. Þannig hún tekur ákvörðin að bara senda mig í burtu til Íslands, alveg lengst í burtu. Þú vildi ekki missa báða drengina? Hún vildi ekki, Hvað, bróðin er hann á lífi? Hann er á lífi. Hann, komst ekkit með mér, hann átti að koma með mér, hann komst ekki og bara, það var, hann var meira að segja kom með dvalarleyfi hérna á Íslandi eins og ég og planið var að koma saman en komst ekki og var þar í 3 ár, 3 ár, eftir 3 ára ég fór að hann var handtekinn og var dæmtur í 28 ára fangilsi en slapp í samningin 2010
eftir 10 ár í fangilsi. Já. Og hefur verið frjáls síðan? Já, frjáls en útlaður. Hann fekk ekkert að vera í Palestínu. Nú, hvað býr hann? Hann í Belgíu. Já. En þegar þú komst hingað, þekktur fólk hér eða? Já, ég átti frenda Salman hitinn og hann bróðir mömmu og já, ég þekkti hann bara. Svona, já. Sem vel tengdur inn í bæði palestínsk samfélag og raunverulega Íslands samfélag? Já. Hann var mikil drifkraftur í félaginu Íslands-Palestína og tók þátt í íslenski pólitík og alls konar hlutum. Já, hann var mjög virkur. Já. Þannig að þú hefur notið þess að tengjast inn í Íslands samfélag? Já, hann var mikið hjálpið í. Já. En þú hefur farið líka og búið í Palestínu? Já, mörg oft. Ég fór fyrst, ég kom til Íslands 1999 og svo fór ég fyrst 2002 og það vildi ég ekki koma aftur og bara settist að í Palestínu og kom mér í vinnu og svo gerðist það aftur. Mamma sendi mér aftur og man ekki hvenær var seinni skipti, 2004 eitthvað svoleiðis. Ég reyndi það aftur og gerði mamma nákvæmlega sama. Svo síðast fór ég til að búa. Það var 2012 minni mig eða 13 og svo kom tilbaka 2015 til Íslands og ég búin að vera hér síðan. Heldur þú munið flytja aftur til Palestínu? Það gamall maður þar? Að stefnan. Helst sem fyrst. Helst sem fyrst? Já, en eins og þú segir, þú veist að skjóta rætur og annað, það hann alltaf ekki eins auðvelt þegar maður nýkominn. Já. En núna horfum til Gaza sem eiginlega bara rústir. Hvar munu Palestínumenn fá stuðning til þess að endurreisa það? Ég held að við erum búin að sjá það síðustu 15 mánuðir. Fólk út allan heim alveg bara tilbúin að gera hvað sem og styðja og styrka bara alveg sama hvaðan. Það er bara einstaklinga og frjálsfélagasamtök. Já, náttúrulega, þú veist, ríki ekkert að, þú veist, bunga út frá, þú veist, ríkinu, þú veist, allt, ríki frá einstaklinga, að þú veist, fólk í landinu, svo líka náttúrulega fólk á landinu, að þú veist, fólk út allandi heim að styðja og styrka. En jú, það náttúrulega, Arabaríkin ekki fátækir og eins og við vitum öll og þeir myndi taka þátt í þessu og svo Bandaríkin var búið að lofa því líka að taka þátt. Ég veit ekki hvort það verður og hversu mikið, en í rauninni Ísrael ætti að borga brúsann. En nú stundum talað hérna á Vesturlöndum að fólk sem hefur lent í svona stríðsskaða, eins og við getum rétt ímynda okkur að vera kannski, segjum bara 8 ára drengur eða stúlka á Gaza undanfarna 15 mánuði. Þetta bara, fólk mun bera þetta með sér alla sína ævi. Já. Þessi kúun og svo langvarandi kúun sem að þú þekkir. Hvernig leikur þetta samfélag? Hefur palestínska samfélagið getur til þess að einhvern veginn heila þetta með einhverjum hætti eða það að tala erum við nóga margir sálfræðinga eða eitthvað svo? Ég ekki til að fylgja sálfræðing og stundum það bara einhvern veginn samfélagi sjálf sem getur gert þetta. Jú, þetta náttúrulega samfélagi, þú veist, það náttúrulega það sem, þú veist, við hefum heyrt þetta oft að það sem brýtur þig ekki gerir þig sterkara og samfélagi í heild einhvern veginn byggt þannig að þú veist, hjá okkur í Palestínu, þú veist, það er stolt að vera, þú veist, móðir myrta dreng eða fólk í fangilsi, þú veist að samfélagi tekur utanum þig. Kannski svipað á Íslendinga þekkjum að vera sjómannsekja eða hafa mist son sinn þá var borin svona tiltekin virðing fyrir því, þekki það úr Hafnarfirði? Já, einmitt, þú veist, það nákvæmlega svona og þú veist, það er náttúrulega miklu sterkari og stærri, það náttúrulega, jú. Og það hefur virkað í 76 ár.
Og það var, ég má halda áfram með þetta dæmi að til dæmis í Hafnarfirði þá var byggt upp sko dagheimili fyrir sjómansekkjur til þess að þær getu unnið. Þannig það svona eitthvað fyrirbrigði í samfélaginu sem að ber virðingu fyrir þessum missi sem að fjölskyldan leggur fram fyrir okkur öll. Já, það er það sem ég var eiginlega að meina. Já, þannig, hvert einasta líf eða þú veist, alveg saman hvort þessi myrt eða serði eða sett í fangilsi þú veist, þetta er forn fyrir alla. Þetta er ekki bara fjölskyldan eða við lítum að þetta hann var að gera þetta fyrir okkur þannig við verðum að gefa tilbaka og sína stuðning en eftir sem áður ber fólk sko sín eigin sár þetta er ekki létt þetta er langt frá því að vera létt og ef við fyrir lengra þá hefur maður heyrt að svona Vesturlöndum að sagt svona að fólk frá Palestínu ef það kemur hingað þá kemur að með svo mikil sár á sálinni að þetta næstu talað þetta sé ónýtt fólk svo kannast þetta hvað segir við ykkur slíku þegar fólk segir að það eiginlega fólk sem er búin að fara í gegnum þetta að það eiginlega, það mun ekkert fungera þetta er bara ónýtt þetta er bara ónýtt já, þú kannast við þetta jú, ég kannast við þetta ég sjálfur og fleiri sem ég þekki þú veist, þetta kemur frá fólk sem er svona vill ekki fá okkur og þekkir ynga sem er frá Palestínu og svo en fólk sem þekkir fólk frá Palestínu þú veist fólk sem ég þekki og búin að þekkja í mörg ár og svona og kynnist einhvern annan palestínumaður sem er nýrri palestínumaður sem kemur að þú veist annarkort var særður eða misti fólk eða eitthvað svo leysi og kemur til mín bara ég bara skil ekki hvernig hægt að vera búin að lenda í þessu allt saman og vera hressari og meira gefandi heldur en ég þetta er náttúrulega það er styrkur í þessu þú veist maður fer ákveðin styrk þegar maður lendur í svona og samfélagi eins og ég sagði þú veist við erum byggt upp þannig að þú veist þetta er svona þetta græðir einhvern veginn sjálft þetta græðir aldrei en þú veist þetta maður verður bara sterkari á þessu þú veist það væri endalaust að segja mér að þú verður að fara og hitta einhvern út að tala við og eitthvað svo lýsi bara, já ég endalaust að tala við fólk þegar mér líður vest þá hringi ég út í Gaza á meðan þetta stóð þegar mér líður vest og ég alveg handónýtur og ég alveg að fara í gulninu svona þá teki ég tóli og hringi einhvern á Gaza þá fæ ég styrk sem að stendur vel að miklu verð en þú já. Og hann gefur þau von hann gefur mér styrk ekki bara von heldur bara ég fæ svona bara búst frá þeim þetta er ótrúlegt og þetta er lygilegt en þetta er svona Heldur að palestíska þjóðin með því að hafa gengið gegnum þetta að sé kannski orðin góð í því að standa svona raunir? Já, það er bara þú veist, það er búið að brýna sig miklu meira þú veist, þetta er svona sterkara af þessu einhvern veginn og hressari það er ekki þannig að þessi hörkulegra fólk að því að þetta er brynjað við erum bara fólk og svo þegar það kemur matur og allir bara að borða og þá verður þetta kannski líflegra samfélag heldur en hjá okkur sem höfum ekkert óttast já, það er náttúrulega þú veist, við sem svona öryggir hér við höfum alltaf óttast í rauninni en þegar þú hefur ekkert að tapa þú hefur ekkert að óttast og það segir ekki að þú ert einhvern brjálæðingur sem er bara, þú veist, er ekki hægt að nálgast eða eitthvað svoleiðis, heldur bara, þú veist maður tekur þetta bara og verður þakkláttur fyrir hvað sem er og fyrir lífið, þú veist við elskum lífið ég held að þessi palestínumennir elska lífið mest af öllum þjóðum og það sést núna, ég veit ekki hvort það er búin að vera að horfa á myndbönd sem koma út frá Gaza, þú veist, þetta er snar það er bara eins og stort brúðkaup á Gaza það er ennþá vera að taka lík undir rústum þú veist, það er búið að finna 10.000 bara í dag í gær og í dag þú veist, það er komin 10.000 lík sem voru undir rústir og það er bara stór hátíð, það er bara visla Ætlaðu þú að fara til Palestínu? Já
planið það? Það er planið, já. Það er núna bara janúar, febrúar. Já. Og þú sér þessar myndir að fólkinu að fagna, að það langaði að vera þarna að fagna? Já, ég var yrðalaus í gær. Ég bara, þú veist, alveg síðan á miðvikudaginn, ég vissi ekki hvað ég átti að gera við mig, sko. Og veist, ég bara þarf að vera með. Ég þarf að vera viðstaddur, þú veist, svo fangaskipti sem í gangi, fullt af vínum mínum sem að sleppa út og ég bara, sumir að fá að vera heima og sumir vera útlaðir og ég var ekkit yrðalaus, ég ennþá yrðalaus, ég þarf að vera með, ég vil vera með. Ég get sagt til hamingju. Takk sem leiðis, þetta sigur allara. Til hamingju. Takk. En næsta dagskrá hér á Rauðaborðinu eitthvað allt annað? Við skulum bara kíkja yfir í næsta kafla. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.